á alltaf að deila rekstur heimilisins 50%. Þetta ótrúlega algeng pæling í dag og þarna verið að svolítið setja sambandi í krónur og aura og niðurstaðan í mánuði oft þannig að launahærri makinn á kannski 100.000 inn á sínu reikningi meðan launalægri makinn að reka sig í mínus. Og það oft tilhneiging að sá sem hefur lægri laun, hann tekur að sér stússið, þetta ólaunaða stúss, heimilið, börnin, skuttlið, sækja og græja og þá veltir maður fyrir sér, ef annar aðilinn hefur ótakmarkað frelsi til að vinna, þarf þá kannski að borga bara hinum aðilunum laun fyrir að vinna þessu ólaunuðu vinnu. Því það svo margt sem spilar inn í þetta, til dæmis bara lífeyrissjóðsgreiðslur. Sá sem launahærri, hann fær hærri séreignarsparnað, hann með hærri lífeyrisgreiðslu þegar fólk fer eftirlaun. Þannig að kannski ætti hann að borga barn og persónu svo launalægri einstaklingurinn geti farið og fundið þessu aukavinnu. Eða gert þetta bara svolítið eins og mín kynslóð gerði þetta og verið með þetta allt í einu potti af því þegar þú ert fjölskylda, þá ekki hægt að reikna fjölskylduna í krónur og aura. Það þarf að reikna heildina og það ekki hægt að segja að ég komi svona mikla krónur inn í sambandi og svona ég rétt hærri. Það þarf líka að meta hvers virði tíminn og ef að þú ert með manneskju sem launalaus við að sjá heimili fyrir því að meðan þú ert að vinna, þá ætti þú kannski að leggja þess meira inn í heimili. Eða hvað finnst þér?